Fáum Michael Pollan hérna á eftir. Ég ætla fyrst að tala við Bjarna Snæbjörn Jónsson hjá Capacent. Þú ert komið hérna áður með svipaða kynningu, Bjarni. Og það sem að þið eruð að rannsaka og hafið verið að rannsaka núna í einhver ár gildismat og eiginlega líðan þjóðarinnar. Og þetta partur af alþjóðlegri samanburðarrannsókn. Og niðurstöðnar á því hvernig við Íslendingar lítum á okkur sjálf, þær hafa verið býsna sláandi og mér skilst að í nýjustu könnuninni þá förum við eiginlega lengra frá Norðurlöndunum en við höfum verið gert áður og ég ætla nú að biðja þeim að skýra þetta aðeins út fyrir okkur. Já, það má segja að við séum að rannsaka svona áherslur, ríkjandi áherslur og það er áherslur sem að fólk hefur og vill sjá í samfélaginu og svona sjá hvernig þetta harmonerar saman. Og það sem við gerðum, við rannsökum þetta síðast 2008 og núna aftur í ágúst 2010 og ég ætla að renna eins yfir svona helstu niðurstöðurnar af því. Það var tölfræðilegt úrtak þar sem að var svarhlutfall 69% og það sem að spurt var í fyrsta leið sko hvaða hugtök eða orð lýsa best því sem að þú vilt standa fyrir sem einstaklingur. Og síðan var spurt hvaða hugtök og orð lýsa best í því sem að þú ert að upplifa í samfélaginu í dag. Já. Og síðan var spurt hvaða orðið hugtök lýsa best sem þú vilt sjá eða vilt upplifa. Þetta voru svona 3 atriði sem spurt var. Hvernig fólk upplifa veruleikann og hvernig það vildi hafa. Já, og svo hvernig það sjálft telur sig svona vera þenkjandi. Og þetta var listi af orðum sem birtist tilviljunarkennt kennt. Og það sem að við kíkjum fyrst bara á það sem að fólk svona sagðist standa fyrir, þetta eru svona 10 efstu, sem eru talin, það eru talin fjöldi þeirra sem velja þessi orð, að þá eru þetta þessi 10 efstu, fjölskylda, heiðarleiki, vinátta, jákvætt viðhorf, traust, sanngirni, heilbrigði, ábyrgðarkennd, fjárhagslegt öryggi og ábyrgð og þetta eru öll nema 2 sömu og síðast. Þannig að þetta tekur ekki svo miklum breytingum, en það er þarna sanngirni og heilbrigði sem kemur þarna inn sem svona ný orð inn á þennan lista. Og það sem hefur gerst hins vegar er það að það hefur orðið smá breyting á listan, það er að segja að það hefur tiltekin svona hugtök færst upp eftir honum og önnur niður eftir honum. Já. Og þarna sést sko ef ég þarna til hægri er 2010 niðurstaðan og svo til vinstri 2008 til samanburðar og þarna eru svona ábyrgðarkennt svona að hafa vikið fyrir vináttu, jákvæð viðhorfi og svo kemur sanngirni þannig að þessi 3 til 6 eru svona, við getum kannski sagt mýkri gildi að víkja þeim harðari gildum til hliðar, það er að segja þessari ábyrgð og ábyrgðarkennd og þess háttar. Og það er athyglisverð breyting sem ég kem aðeins að hérna á eftir, sem að varðar svona hvernig fólk vil sjá samfélagið í framtíðinni. En síðan sem sagt spyrjum við hvernig fólk upplifir veruleikann í dag. Og það kom þessi listi sem sagt efst og kannski kemur ekki á óvart en þarna þessi stafur L fyrir aftan þýðir svona limiting eða takmarkandi áherslur. Það eru áherslur sem spretta af ótta og áhyggjum og eru venjulega svona virka öfugt á þær sem eru jákvæðar og uppbyggjandi. Og þarna sjáum við óörugg framtíð, spilling, atvinnuleysi, ásakanir, áhyggjur á komandi kynslóðum, fátækt, skammtíma áherslur, yfirstétt, árekstrar og sóun auðlinda. Þetta voru svona það sem að Og þetta eru efstu, það sem kemur, sem fólk krossar við þegar þeir að ræðum það hvernig Ísland samfélag núna, hvernig það upplifir það núna. Já, það er það. Þetta er ekki sérlega fallegu listi. Nei, hann er það ekki, en það er auðvitað ástand, við erum eins og í miðri stórslysamynd og þetta eru hluti sem að fólk hefur miklar áhyggjur á og grasserandi mikill svona ótti. Já. Sem að er að valda okkur erfiðleikum og það sem að hefur gerst á milli þessara kannana er að óörugg framtíð og spilling hafa svona færst upp eftir listanum en skammtíma áherslur og yfirstétt sóun auðlinda neðar og ef við tekur bara þessi fyrstu 2 í báðum þessum árum að þá 2008 er þetta meira svona eitthvað sem er að benda til einhverja afleiðinga. Já. En síðan 2010 þá erum við að horfast í augu við afleiðingarnar og þá raunverulega horfast í augu við það að þarna hefur fólk verulegar áhyggjur af framtíðinni og þarna sem sagt mikill ótti greinilega grasserandi. Og það sem við gerðum var það sko að við fórum skoðum næstu 10. Já. Að því að maður getur sagt, já, þetta er svo sem eins og það er. Já. Ekki einhver handa við horni sem að eru svona jákvæð og uppbyggileg.
og oft talað að það þurfi kannski fleiri hugtök en 10 til þess að lýsa. En það, svo sem batnaði ekkert mikið, ef við tökum hérna þennan dálk til hægri, þar bættist við sko næstu 10 fjandskapur, efnishyggja, glæpir, ofbeldi, skrifuræði, miðstýrt stjórnkerfi, kynjamisrétti. Og svo komið þarna næstu þar fyrir aftan eru svo það sem maður hefði viljað sjá meira af. Nákvæmlega fjölskylda, tækifæri til menntunar, Já, efnislega þarf uppfyllt og þetta. Þannig að það svona, og það er að segja 16 af þessum 20 eru svona neikvæða takmarkandi hugtök sem fólk að lýsa þessu. Og síðan ef við lítum á hérna þetta sem þessi æskilegu, hvernig vill fólk sjá þetta, og þar kom fram heiðarleiki, fjárhagslegt öryggi, atvinnutækifæri, fjölskylda, virðing, áreiðanleg opinber þjónusta, minnkun fátæktar, tækifæri til menntunar, umhyggja fyrir öldruðum og lýðræði. Og þetta auðvitað að verulegu leyti andsvar við því sem eðlilega. En það samt sem áður, ef við lítum aðeins á samanburðin, þarna ákveðin merki sem ástæða þess að staldra pínlítið við. Ábyrgðartilfinning, svona þar að finna til ábyrgðar, að það númer 1 2008 á listanum. En það horfið á þessum topp 10 lista 2010. Heiðarleiki komin í fyrsta sæti og þarna vissulega ástæða til þess að velta fyrir sér hvað á ferðinni, vegna þess að ábyrgðartilfinning ju eitt af undirstöðum því þess að við fáum hér raunverulegt lýðræði, það að segja að fólk finni til ábyrgðar og sé ábyrgt í sínum gerðum líka og þannig að þarna svona breyting sem að ég myndi segja væri marktæk breyting á viðhorfum fólks segja hvað ég efst í huga. Ég skil, já. Eðlilega þá eru svona fjárhagslegt öryggi og atvinnutækifæri og þess áttar það eðlilega andsvar við því sem að fólk hefur áhyggjur. Og heiðarleiki sem var nú kom efst á þjóðfundinum, náttúrulega, það bara þarna Hann þarna í fyrsta sæti og líka eins í svona þessum persónulegu viðhorfum, þannig að það harmonerar mjög vel saman við það. Nú síðan hérna það sem að við skoðum líka svona hvað þetta að segja okkur svona þegar á heildinni litið. Þetta eru orð og hugtök, en þá notum við svona kvarða sem við flokkum þetta á, sem að tengist bara okkar þörfum. Við erum svona vitundin, hún markast á þörfunum, við erum upptekin á ákveðnum hlutum. Og þessi fyrstu 3 stig sem að þarna eru meira svona tengist okkar persónulegu þörfum. Það svona sjálfsturtin eða eigin hagsmunir í fyrirrúmi. Og síðan förum við smá saman að hugsa út fyrir þann ramma og förum að hugsa í meiri heild. Og í samfélagi snýst þetta efnahagslegan stöðugleika í fyrsta lagi, síðan samfélagslegan stöðugleika, skilvirkni, lýðræðisferli, sterk sameiginleg þjóðarvitund og stefnum við bandalag og samstarf og sjálfbær heimur. Þetta er svona, og síðan eru fleiri orð sem að þarna tengjast inn. Og síðan eru þarna í hvítu kössunum, þarna lengst til hægri eru þessi neikvæðu orð sem að spretta af því að það er einhver skortur við áhyggjur af því að þörfum okkar verði ekki fullnægt. Og bara örstutt þess að sýna það, því að þetta nú þannig mynd að hún sést ekki vel nema að þessar myndir sem þarna eru, að það sýna það að sko núverandi ástand endurspeglar okkur á fyrstu 3 stigunum fyrst og fremst. Það er að segja að við höfum áhyggjur af hver hefur áhyggjur af sjálfum sér, hver reynir að bjarga sér sem best hann getur og þetta mjög svona eigin hagsmunatengd hugsun. Í samfélaginu. Í samfélaginu. Já. Og hérna ekki bara það heldur hún öll svona neikvæð eða takmarkandi sú hugsun og auðvitað hérna umhugsunarefni vegna þess að það hlýtur jú að vera hugarfæri sem svona frumkraftur þess að við komumstum upp úr holunni. Við höldum ekki áfram að grafa. Og þarna svona hlutir sem að þarf að velta fyrir sér hvernig má snúa þessu við í það sem að við erum að sjá þarna lengst til hægri, það sem við erum með svona heilbrigðari áherslur. Þannig að þetta var svona það sem að svona heildarmyndin. En það annað, og ef maður lítur á bara hvað þetta að segja okkur, að þá, og maður tekur þennan lista, við erum óttaslegin, við vitum ekki hvað við erum okkur. Við treystum ekki forystöflunum í þjóðfélaginu til að taka ábyrgð, að taka ákvarðanir byggðar á heilindum. Ótti og fjandskapur eru áhrif á líf okkar og við áttum okkur ekki hvert í samfélagið að stefna. Og efnisleg gæði skipta enn miklu máli, en samt göngum við ekki nógu vel með auðlindir og okkur skortir atvinnutækifæri.
og þessar takmarkandi áherslur sem þarna eru við köllum þetta innri óreiðu. Já. Og hún mælir raunverulega svona að gefa vísbendingum hvað mikil orka fer í eitthvað sem skilar engu, nema reiði eða pirringi eða gremju eða þess aftar. Og þarna 63% sem afar hátt. Og að vísu í hærri kantinum í samfélagum, þetta venjulega lægra í fyrirtækjum, en þarna sem sagt, eru 63% orðum sem valin eru af öllum eru svona neikvæð takmarkandi orð til að lýsa núverandi stöðu. Já. Og þá komum við að því að við vorum að velta fyrir okkur hvaða áhrif hefði þetta haft á aldurshópana. Og þá kemur fram að yngri aldurshóparnir samkvæmt þessu virðast hafa orðið fyrir minni áhrifum. Frá 2008 vegna þess að sú könnun var gerð þarna fyrir hrun, þannig að það var ekki komið skollið á þetta. Heldur en þeir eldri og elsti aldurshóparnir orðið fyrir kannski mestum áhrifum að það er svona óreiðu stíði þeim það er segja frústrasjónin og öll þessi orka sem fer í eitthvað sem fólk finnst það ekki geta ráði við, hún fer vaxandi. Þetta voru svona megin niðurstöðum frá okkur. Já. En síðan höfum við gert samanburð. Já, við skulum fá hann í lokin. Og þá eru fyrsta lagi þetta grænu súlurnar sína niðurstöður kannana sem voru gerðar 2010 á mjög svipuðum tíma. Já. Og það er verið að mæla þetta sama óreiðustig sem er mikilvæg mælikvarði. Og við erum þarna í efsta sæti, það eru fleiri þjóðir í þessu samanburði en það er ekki alveg sami tíminn. En síðan koma Bandaríkin, Belgía, Ástralía og Svíþjóð er þarna með helmingi lægri að þessu leyti og svona mörgu leyti ekkert óeðlilegt stig. Danmörk, eins og við sjáum þarna 2008 þegar við gerum þá mælingu, þá var ennþá lægra. Já. Þannig að og Svíþjóð hefur hækkað lítillega en ekki eins og við. Þannig að við erum næsta sú þjóð sem kemur er okkur framar í þessu, það er Venezuela, það er svo sem hefur hæsta. Í þessari mælingu er Venezuela efst í svona það sem þú kallar óreiðu eða... Já, svona innri óreiða, innri frústrasjón, svona hluti sem er að trufla, eyða orku í eitthvað sem verður ekkert úr. Já. Og þetta kemur svona úr eðlisfræðinni, þetta er svona hvernig þetta entropí kallast á ensku, hvernig raunverulega kerfið eyðir orku í sjálft sig. Og þannig að Ísland er þar aðeins fyrir neðan Venezuela, sem er varla mjög góð tíðindi fyrir okkur. Já, það er minnst okkarsti, það er eins og ég hef sagt að það er tvær hliðar á þessu máli, þannig að það er mikil tækifæri sem felst í þessu, sagði ég síðast líka, þetta hafa frekar á. Og þá er það náttúrulega staðreynd að það býr mjög mikið afl í svona hugarástandi. Og það er náttúrulega mikið mál að virkja þetta afl. Það er þetta virkjaða náttúrulega bara bæði jákvæðan og svo mjög neikvæðan átt líka. Það er það sem er málið, það sem þarf að huga alltaf að. Þetta afl getur brotist út með ýmsum hætti. En þetta er sem sagt alþjóðleg samanburðarmæling sem þið verið að gera og niðurstöðnir þetta og það er nú svona býsna sláandi þegar maður sér þetta svona. Já. En við gerðum aðeins nánari skoðun á Svíþjóð og Íslandi og þar erum við að skoða þessar ríkjandi áherslur og þar eru líka auðvitað samskonar áhyggjur eða eins og skrifuræði, atvinnuleysi, sóun, auðlinda, ásakanir og ykkur framtíð. En að hinu leitin eru þarna hlutir sem að maður hefði líka viljað sjá hér eins og að fólk teldi að væri ofarlega í huga eða minnst kosti væri ofarlega á listanum eins og málfrelsi, eins og umhverfisvitund, virkt lýðræðisferli, mannréttindi og svo framvegis. Það er svona meira í Svíþjóð. Já, Bjarni, þakka þér bara kærlega fyrir að koma í þáttinn. Við fáum Michael Pollan eftir í viðtal. Í gær var mynd í sjónvarpi sem heitir Back to the Future. Þetta er bara svona smá kúríósumáli að Michael Pollan er mágur Michael J. Fox sem lék í Back to the Future. En hann er sem sagt og það er mjög vel þess virði að hlusta á hvað hann hefur að segja mat og hvernig við einhvern veginn hvað hann leikur stórt hlutverk í lífi okkar og líka í efnahagskerfinu og eiginlega alls staðar.